Vá. Ég hef aldrei gert þetta þar. Elski þetta. Þetta alveg bara glæný upplifun fyrir mér. Fólk bara að gera þetta? Ekki allir, en það rosa margir sem prófa þetta. En mér finnst þetta samt alveg semi-sóðalegt, sko. Já. Mér finnst ég verið svona skítugur eftir á, sko. Ok, þú ert það kannski ekki, en þú veist, en ég meina það þarf náttúrulega líka bara að gæta hreinlætis. Já, það satt. En þetta er gott. Þetta er rosalega gott, eins og ég sé, öðruvísi. Ertu ekki líka svona afslappaður og alltaf kósí og... Það bara svona málið, sko. Æ, mér langar svo að segja njóta þess. Ok, á ég ekki láta þér hérna? Já. Ok. Oh my god. Svo gott að borða upp í rúmi, sko. Hvernig þetta hefur? Sorry. Alltaf verið að skamma mig fyrir þetta. Nei. Alltaf verið að segja þessi svoðaleg. Nei, ég var að segja að ég var sældur á þessu núna, sko. Það var geðveikt næs. Ég lofa, þetta var ógeðslega næs. Svo leiðilegt að vera dæmd. Ég ekki að dæma það, sko. Ég rosalega mikið með þér í liði þessu, sko. Ég bara converted. Nei, hæ. Ertu velkomin? Sigga er komin. Hæ. Hvað? Skilaboð bíða. Í alvegni, hvað? Já. Ok, þetta ekstra sætt. Ok. Einhver tips ef maður að fara að setja hann inn í fyrsta skipti? Þetta rosa sætt. Fólk svo sætt. Ég man nú alveg eftir mínu fyrsta skipti og það var mjög stressandi. Var þitt stressandi? Mér finnst þetta vera svo mörg fyrstu skipti. Þú veist, mér finnst margt stressandi við fyrstu skipti. Mér finnst stressandi fyrsti kossinn með nýrri mannesku. Mér finnst stressandi kannski vera allsber með nýrri mannesku. Lyktin af nýrri mannesku. Já. Mér finnst stundum bara að borða fyrir framan nýja mannesku. Það bara, já, þetta góð punktur. Þú veist, ennþá á mínum aldri ég ennþá í fyrsta skiptinu. Ég held að þú munir upplifa fyrsta skiptið alveg þangað til að lífið búið, sko. Já, og það náttúrulega ótrúlega fallegt. Það svo að gegja það. Við þurfum að svara. Já, ef ekki aðeins að rýna í þetta? Já, ég held að við verðum að gera það. Skoðum málið. Í þessum þætti ætlum við að heyra nokkra reynslusögur af fyrsta skiptinu frá sérlegum álitsgjöfum okkur og sérfræðingum. Skoða margvíslega notkun smokksins sem margir gætu verið að nýta í fyrsta skiptið og förum í vettvangsferðir. Hvað fer ekki hingað þetta? Ég hef aldrei farið á húð og kyn. Hvernig fannst þér undirbúningurinn þinn fyrir svona þitt fyrsta skipti? Hvernig var það í samanburði við þínar væntingar? Ef ég má spyrja. Sko, ég ólst náttúrulega upp sem, fjölskylda mín í Votti Jehóva. Ég ekki lengur í Votti Jehóva. Og amma og mamma frekar trúuð, þannig að eina svona kynfræðslan sem ég fekk var að ef þú gerir þetta, þá ferðu bara til helvítis. Og hljóma eins og ég sé ógeðslega smá svona eftir á, en ég vissi ekki að það væri annað gatað niðri en raskandi. Í ógeðslega langa tíma, bara þegar 14 að verða 15 eða eitthvað. Og því ég fekk bara enga fræðslu, þannig ég veit ekki af hverju, en ég hélt einhvern veginn að það væri bara ein hola þarna niðri og það kæmi allt bara út þaðan. Það mjög athyglisvert. Ok, hold opindi. Og hvernig uppgötaðirðu að það ekki raunin? Bara þegar ég byrjaði, að stunda sjálfsfróun. Þá var ég bara, já. Ok, en ég veit ekki eins og hvernig það byrjaði, því ég var ekkert eitthvað, ég ætla að gera þetta núna. En þetta bara svona gerðist og ég byrjaði svona fikta aðeins og þá var ég bara, af hverju vissi ég þetta ekki? Nei, það gleymdi að koma í Ég svolítið svona kannski í svona klassíska skóla, kynlífsskóla, að svona leita bara uppi. Og ég meina, við erum að tala það var ekkert fucking internet, sko. Ég sá samt muninn á hvernig vinir mínir leituðu þetta uppi og hvernig ég leitaði þetta uppi. Ég sótti til mér bara í danskar unglingabækur, eins og bókin hans, Börn geta alltaf sofið því man alltaf geðveitt eftir henni. Og þegar ég las hana, ég var bara, what the fuck, sko. Og meðan voru þeir bara svona,
Strákar, þegar við verðum fullorðnir, þá förum við til Bandaríkjanna og þau héldu í brellurinn bara, förum til Bandaríkjanna og ríðum, sko. Ég er að segja það, kellir í Bandaríkjannum, það eru elska að ríða, sko. Og það var þetta bara því að þeir voru alltaf að lesa, þessi klamblöð. Alltaf í klamblöð var svona klamblöða dálka sem gætt hringt, sko, inn. Og við, sá sem var búinn í mútum, sko, sá sem hljómaði svo kallmaður, við vorum allir bara, eitthvað, og hann bara, Kjarri tekur þetta. Svo hringir hann eitthvað, og bara eitthvað, yes, hello, this is Melissa, eitthvað, og hann bara, yeah, this is Big Jack, alveg bara rangkrúmyndið þetta alveg bara, menn bara einhver annar plánu til í kjaftaði, sko. Góðan dag. Heyrðu, mig vantar nokkra hluti hjá þér og sko, ég á í gáttinni held ég eitthvað sýklalyf fyrir klamydíu, hugslaus, þannig að það verður rosa til í búfen, sleipið með eitthvað lífrænt ef þú átt það, með þetta líka gillina krem, ég væri til í eitthvað glært ef þú átt það, með þetta líka smokka, rifflaðir eru betri, þú veist. Já, ég ætlaði líka að kaupa olíu, möndlolíu. Ég held að það sé þá eiginlega... Nei, ég ætlaði að kaupa tóbak líka. Ok, þá er þetta bara augnablik. Ég finn þetta til. Takk. Hæ. Hæ. Hvað ertu að gera? Bara... Hver er að kaupa sér smokka? Hvað? Bara þú veist, ég ætla í búðinni, ég veit að ég sé bara að kaupa smokka hérna. Já, og hvað? Kaupa allir smokka? Þú veist maður, ég er ekki vanur að kaupa smokka endilega. Akkur ekki? Bara ég fæ það bara alltaf frítt í samtökunum og eitthvað, skilur. Ertu að kaupa því fyrsta sinn? Nennirðu alls. Nei, sko. Þú ert bara stoltur að því að vera að kaupa smokka. Það þýðir bara að það er gaman hjá þér. Þú ert bara að vera eitthvað, ég er að fá smokka. Þetta er geðveikt. Þetta er ógeðslega skemmtilegt. Vertu bara stolt, maður sjá. Stoltur. Hvaða smokka ætlarðu að fá þér? Ég veit, hvað mælir með? Það sem hérna? Keyptu bara einn af öllum. Prófa alla? Já, ég ger það. Svo setja ég í svona krukku, velja. Er þetta nóg gott að það? Já, þetta sleppur. Ok. Sigurdögg, pönturinn tilbúinn. Geggjað. Svona. Æði. Takk, góð helgi. Góð helgi. Bye. Hvernig var svona kynfræðsla þú rifir hann upp þegar þú varst svona barn Hún var og alveg líkur? ótrúlega léleg, alveg ótrúlega lítið og þetta var mikið tabú. Þú veist, ég er í skóla, þú veist, 12 ára, þú veist, kringu 1970, skilur við. Og þú veist, og það var bara einhver ein blaðsíða sem var bara, þú veist, í einhverju heilsufræðibók. Og allir, við biðum spennt allan veturinn, bekkurinn. Svo bara kemur blaðsíða 82. Mér minnir að Jónína hafi sagt, sko, Þorfinnsdóttir, hún hafi sagt bara, já, ég heldur þurfum ekkert að ræða þetta, þið vitið þetta bara, og svo bara var haldið áfram í næstu blaðsíðu eða eitthvað. Þetta var kynfræðslan sem við fengum, sko. Þetta var náttúrulega bara tabu. Og klám og svona þetta bara eitthvað sem að ég man því ég sá það í fyrsta skipti, ég hef sennilega verið eitthvað, ég ætli ekki verið svona 12-13 ára eitthvað slist, einhverjum strákur út í garði, ég sá að þeir voru með eitthvað blað og ég fór og einhvern veginn var við hvað það var og ég bara, ég vissi ekki hvað þetta var eins og sko, bara áttaði mikið á því. En hvað myndir þá segja að væri svona þín raunverulega kynfræðsla? Víst að þetta sagði þér ekki neitt. Hvað var það sem kenndi þér? Að bara þreifa sig áfram í myrkrinu. Það hefði bara verið þannig, sko. Já, ok. Já. Það var ekkert svona, það var ekkert efni sem að maður gat, þú veist, farið í. Þú veist, það kom ekki fyrir löngu seinna, sko. Ok, þá ætlum ég bara að gera stjörf. Fyrsta tippið. Manstu hvað þú hugsaðir? Hvernig var að sjá þetta og koma við þetta og mér fannst þetta óttalegt ferlíki.
Ég man bara eftir því að ég hlakkaði svo til að vera ekki lengur Hreinmey. En gæinn, ég man varla eftir honum. Ég man bara hvað ég var fegin. Þetta var búið. Að vera laus við það að vera Hreinmey. Ég man þegar ég var 15 og stelpurnar voru að tala þetta. Já, ég fekk það og ég skildi það ekki út af því ég hef aldrei fengið það. Ég fekk það ekki í rauninni fyrir ég var kannski 18, 19. Fekk ég alvörunni, skilurðu. Og þá var það geggjað. Ansjók það ekki geggjað að fá það. Ég mæli með. Já, takk. Það er mega næs. Kannski prófið þið einhvern tímann. Verið velkomin. Í vísindahornið. Nú ætlum við að sýna hversu stór smokkurinn getur orðið og hvað hann þolir. Hvernig ætlum við að fara að því? Tekur þú þér smokk? Þetta er tilbúin. Það er keppni. Jú. Sá vinnur sem getur gert stærst. Annað springur. Jú. 1, 2 og... Ég er bara rústaði, sko. Ég vann! Minn springur aldrei! Ég vann. En úthaldið, það var ekki nógu gott, sko. Embla Guðrúnar Ágústsdóttir hefur barist fyrir réttindum fatlaðs fólks og deilir með okkur reynslu sinni af fyrsta skiptinu. Hvernig var þín fyrsta svona kynlífsupplifun, bæði þá með sjálfri þér og þá með annarri mannesku? Mín fyrsta kynlífsupplifun með annarri mannesku var held ég mér svona hefðbundin bara menningarleg. Ég held ég hafi verið fyrst ári í menntaskóla og það var með stelpu. Og það var líka áhugavert af því fólk. Ég fann alveg því í klæðaskapnum og það var margir sem spurði hvort þú hefur aldrei verið með strák, viltu ekki prófa það fyrst og klæðaskapnum í lesbía. Og eins og segja það aldrei við gagnkynhneigða. Það er ógeðslega fyndið að segja gagnkynhneigða. Það er ekki viss að þú ert gagnkynhneigð, ég er ekki viss að það var hitt. Tengjum við þetta. Já. En þetta var allt í lagi. Við vorum vinkonur og svo kærustur, við var í stuttan tíma og það var ekkert eitthvað frábært kynlíf, ég vissi ekkert mikið þetta hvað maður ætti að gera. En það var alltaf lagi, það var ekki hræðilegt. Þannig að það er kannski ágætt. Snædís Yrja Kristjánsdóttir hefur gengið í gegnum kynleiðréttingarferli og má segja að hún hafi upplifað mörg fyrstu skipti. Ég var ekki svona, 16 þegar ég var bara eitthvað, af hverju er ég ekki, af hverju er ég ekki mínu rétta kyni og var þá alltaf bara með lengingar og neglur og hef alltaf verið svona, bara verið rosalega kvenleg og svona og svo hélt ég bara að ég væri samkynhneigð í smá tíma sem var náttúrulega ekkert raunin og bara leið ekkert vel með það og maður reyndi en það var bara, nei, ekkert. Það var bara ekki þú. En þú ert kannski bara svona að njóta kynlífs þá í fyrsta sinn? Já, ég líka bara, þegar ég mátti eftir bara 6 vikum eftir aðgerð, þá var ég bara, ok, fór á Tinder, opnaði kampavín heima, skaust tappinn upp í loft og bara, ég er ekki að djóka, sko, ég þurfti að þrífa loftið mitt í fluti. Og bauð bara einhvern gæja á Tinder og, já. Þú veist, hvernig var svona, fyrsta skiptið eftir þetta? Hvernig... Fyrsta skiptið með píku? Fyrsta skiptið með píku, Það var svo magna. Það var bara, mín upplifun var svo rosaleg, maður alltaf bara verið í röngu kyni svo lengi og bara, líða svo illa, með það sem var í klóðuna á mér. Að einhvern veginn, fyrsta skiptið þegar einhver, stakk honum inn, það var bara eitthvað svona, mér fannst þess að ég hafði bara unnið í lottóinu. Þannig var ég bara, ok, þarna bara, já, það var ógeðslega gaman. Yndislegt. Var það fyrsta skiptið? Bara fyrsta skiptið var svoleiðis. Kynlífið, sko. Varstu ekki búin að þróa þér? Nei, ég fekk fyrstu fullnægingunum að það þarf að stafa sig, 4 sinnum á dag. Og mammin gisti hjá mér og eitthvað fyrstu mánuðina. Þetta er ógeðslega stór aðgerð. Þetta er risastór aðgerð. Og ég var bara inn í stofu og svo var eitthvað, já, þú þarft síðan að fara að venja, kannski taka stafinn fram og tilbaka, á einhverju viku, skilju.
Og ég er náttúrulega bara, ok, skilju, þú veist, prófaði þarna við sófanum, ég bara, ok, þetta, akkur er svona gott. Ég bara hélt áfram, þakkaði bara í sófanum mínum. Heima. Fókus, maður. Ok, hérna keypti ég alltaf mína fyrstu smokka. Eitthvað svona skrítin lykt, bragð, glimmer, sjálflýsandi. Nei, það kemur ekkert óvart. Sko, Sigga, hér fékk ég alltaf mínu fyrstu smokka, sko. Ég náttúrulega kom hingað þegar ég var svona einhver táningur og ég var svo vandræðilegur og ég var svo hræddur að koma hingað. Ég fékk eldri vin til að koma með mér af því ég var bara, vissi ekki hvert ég ætlaði. Og ég var svo vandræðilegur og svo utan við mig að ég actually spurði homma hvort það var lesbía. Oh my god, það er svo gott. Mega pínlegt, sko. Svolítið sem ég að fara fyrst skipti í húð og kyn. Hvað fer ekki hingað eða? Ég hef aldrei farið á húð og kyn. Í alvörunni? Sigga, ég kem eitthvað svona á 3 mánaða fresti. Hvað, ferðu ekkert í tjekk eða? Jó, ég fer mjög reglulega í tjekk. Ok. Ég fer bara annað. Ok. Ég er svo mikið prinsessa að þegar ég er að spjalla með eitthvað svona sveppasýkingu, klamydíu, leganda og svona, þá vil ég bara hafa minns eigin lækni. Geturðu sagt okkur frá svona þínu fyrsta skipti að húkka upp með einhverjum sem dragdrottning? Sko, ég almennt er ekki að húkka upp í dragi. Það er, hvernig ég horfa á mitt drag er svolítið, hvað er það, mér finnst það pínu eins og þú ert að húkka upp með Ladda og biður hann um að vera Dr. Saxi. Þetta er svona pínu einhvern veginn disconnect, en ég myndi alveg segja, það er alveg element af go-go í rúminu, en það er ekki endilega, ég myndi segja, go-go sefur ekki hjá. Það er endalík, ég hef alveg gert það. En ég myndi segja, ég set ekki út á þannig. En að, ég veit ekki, heitla einhvern í dragi sem er síðan tilbúin að bíða í góðan hálftíma meðan ég er ekki að fara að rústa þessu í klófuna á einhverjum. Þetta mun steina í marga daga. Þannig að mér finnst það svona, ég vill vera bara mjög þægilega og þetta er ekki þægilega. Þegar maður er komin einhvern veginn á suðurslóðir. Og ég man vel eftir því að þegar sko maður er stelpa og hvað, við erum svona 14-15 ára, þá var svo ógulega spennandi ef maður myndi kyssa strák. Maður fór á ball og dansaði við eitthvað sætan og það var sérstaklega síðasti dansinn sem var vangadans og hann fylgdi manni heim að tröppunum og þar kysstist maður og það var kallað tröppukoss. Ég átti heim á Laugaveg 2 á horninu á Skólavörðustíg og Laugaveg. Þar voru tröppurnar heim til mín og ég var alltaf að segja pabbi, við verðum að flytja. Ég á eftir að pipra. Það fer enginn að kyssa tröppuskoss. Bara Bankastræti hér, Skólavörðustíg hér og Laugaveg hér. En svo man ég alltaf eftir því að ég kyssti tröppukoss. Og það var bara strax morgun eftir hringt í vinkonuna. Jesús minn, hvað varirnar á henni voru mjúkar. Ég var svo hissa. Ég veit hvað ég bjóst. En ekki svona rosalega mjúkum vörum. Svo bara kom lýsing á hvernig þetta var. Loksins þegar tröppukossin átti sér stað. Kynsjúkdómar geta smitast við munnmök. Svo að við þurfum verjur fyrir munnmök. Á íslensku er það kallað töfrateppi. Veist þú hvað töfrateppi er, eða hvernig það lítur út, eða hvernig við búum til? Býr maður það til? Já. Ok. Ok, vinnur minn. Nú nærð þú þér í smokk. Ok, opna. Sko, ein leið er áður en þú rúllar honum í sundur, er að klippa hann alveg svona þvert. Þá erum við komið hérna með svona smurðahlíf sem við getum, ef við höldum í annan endan og rúllum hérna í sundur. Og þetta má strengja yfir píku eða raskat.
smurðarhliðin að og þetta getur strengt yfir og svo bara eða þú veist, ef þú vilt hafa svona hljóð með. Þannig að þetta er svona svolítið bara svona sérhugsa fyrir munnmögð. Já, sérhugsa fyrir, og við notum ekki sama fyrir píku og rass, við notum þá sitt hvoran og við pössum að við þurfum að muna náttúrulega hvernig hann snýr ef við erum svo að taka, skilur. Þannig að hafðu nokkra smokka við höndina, það er svona þægilegra og vissara. Það er hægt að kaupa þetta heitir Dental Dam, þetta er ekki fáanlegt allstaðar og flestir eiga smokk við höndina, þannig að þetta er svo fljótlega. Töfrateppi. Töfrateppi. Alexander David Gíslason gekkst undir sitt kynleiðréttingaferli á unglingsárunum í Svíþjóð þar sem hann ólst upp. Alex hefur upplifað mörg fyrstu skipti eftir það ferli. Hvernig var það fyrsta skipti sem þú naust þín í kynlífi? Hvernig var það? Ég verð að segja, ég man ekki mikið eftir því að ég var komin í glas og ég ákveði bara, fuck it, ef hún vill gera eitthvað, eða bara leyfa henni gera eitthvað. Hún veit með situation og ég ætla bara, ef hún hefur spurningar, skal ég svara og það var alltaf læg. Og ég actually njóti mig og ég leyfði þó að ég væri með, ég er ennþá með kvenkynið. Ég actually með bæði kynin af því að það er rosalega erfitt að fjarlæga kvenkynið. Já, þú talar bara píkuna. Já, það er rosalega erfitt að fjarlæga það og líka, leiða, ég kom með kallkynið, ég kom með tippið og það er heitt ekkert að bögga mig þannig sé, sko. En það er auðvitað allt, tilfinningin er þar. Af því ég var upplegað kona, það auðvitað er með tilfinningin þar sem konurnar voru með á sér og ég get ekkert breytt því. Og það auðvitað fekk ég búin að sofa í konu og þær kunna á sitt kvenfæri og það var ég eitthvað svona þú mátt toppa mig þú mátt gera hannig og þú mátt snerta mig henni eins og láttu bara kynna mitt vera kvenkynið vera en síðan bara sá ég á stelpu sem var það gamla kærasta mín og hún er bæ og hún bara eitthvað en vilt þú ekki njóta þess líka? Ég bara hvað meinar, ég nýt mig, nei. Þú líður vel yfir því að mig líða vel, en þú þarft að líða vel líka, í kynlífinu. Og ég bara, má ég snerta þig? Ég bara, nei, ég snerti mig einu sinni. Þetta var rosalega erfitt til dæmis þegar yngri þegar fólk var að tala fróun, að fara að fróa sér bla og ég vil ekki snerta mig. Ég er ógeðslegur fyrir mig, þegar vinur minn líka því að hann eldri en núna spurningi fæði frá vinum mínum, strákavinum mínum, bara þú varst með brjóst, var það ekki geggja? Var það ekki alltaf svona káðið svo þau? Ég bara, nei, að þetta var brjóst á mér sem ég vildi ekki í, en þá fekk ég einu svona mjög góð spurningu, en kveikir þá brjóst í þér? Út af því að þú þoldir ekki þín brjóst. Nei, ekki það mikið, jú, það er alveg sexy að þegar stelpaður sem þú kannski er á brjóstahaldara en þegar ég kannski sé ber brjóst, það ger ekki jafn mikið fyrir mig kannski að strákgeri af því ég sá svo mikið að því og ég átti vandamál með því svo ég er kannski ekki búinn að gera mikið sterkja tengsli við kynfærislegt eða þetta er sexy eitthvað hannig en mér bara með lítið stór brjóst, já, ég held að skárri fyrir, það er betur fyrir hana að vera með lítið brjóst af því að ég veit hvernig það var á með stór brjóst og það var ekki gaman. Þetta var svolítið skemmtilegt ferðalag. Já, ég er sammálaður og ég er glöð á að segja ferðalag. Þetta er nefnilega svolítið ferðalag. Já, frekar heldur en bara að fókusa á áfangastæðin. Já, af því að öll þessi fyrstu skipti, þetta er ekki bara fyrsta skipti. Fyrsta skipti það er svo streituvekjandi, mikil óvissa og það er svo gott stundum að koma því frá. Já, ég get ekki verið meira sammála. Það skiptir rosalega miklu máli að bara þegar það er búið, að bara leyfa því að fara og njóta það sem eftir er. Já, því þá er nefnilega, þá getur maður svona, ok, þetta er frá, skipti 2, 3, 4, 5, þú veist, það er svo svona margt spennandi þá framöndan. Þannig ég held að við þurfum að fara inn í fyrsta skiptið stundum pínu eins og plásturinn. Já. Rífa hann af, koma þessu frá, ekki á miklar væntingar. Væntingastjórnum skiptir. Þetta skiptir máli hérna. En það er bara að leyfa sér að bara, ok, þetta þarf ekki að hafa forspárgildi næstu skipti. Dæmum ekkert endilega næstu skipti út frá fyrsta skiptinu.
það skiptir máli að hafa það í hug. Hann sagt ég örugglega enga vini í dag. Annars væri ég eflaust líka bara hreinn sveit, sko. Í mínum huga ertu alltaf hreinn sveit, Matt. Takk, elskan mín, sömuleiðis. Skál fyrir þér. Og takk fyrir. Bless í bili. Þetta er gott, sko. Ég hef aldrei, ég veit ekkert hvað er í þessum mólum. Ekki heldur. Ég er svolítið spennt. Ég er nefnilega svolítið spennt. Ég borða ekki öll brögð, ég borða ekki öll brögð. Ef við ekki bara að kýla á þetta? Kýlum á það, tökum séns. Ég ætla að fara þetta. Ég vissi það. Ok, býta saman. Já, ekki. Já. Mér finnst það alveg crunchy. Já, ekki fyrir mig. Ég er ennþá að ákveða mig.